Já, þannig að verkefni vikunnar eru vefþjónustur og ég ætla að fara bara yfir dæmi í dag og ég ætla að byrja bara frá grunni, byggja á þeim dæmum sem eru í námsefninu sem ég fór ekki sérstaklega yfir í fyrirlestrum, heldur ætlaði bara að taka hérna, sko, 2 nemendur, guði sér lof, ég sé ekki bara einn hérna eitthvað, ég ætla að horta á einhverja aðra mannesku. Þannig að ég ætla bara að byrja á því að taka svona dæmi og svo ætla við að skoða hvernig við notum auðkenningu með því að nota passport og þessa JVT tókena eða JV tókena og síðan í lokin fara yfir hvernig verkefni 3 og aðeins meira kontekst þá í kringum hópverkefni 1. Þar sem við erum þá búin að fara, það er komin námsefni, það er komin dæmi og þau ættu þá að hafa aðeins meira kontekst hvernig ég að tækla þetta. En það eru dæmi hérna og ég ætla bara að byrja því að taka þetta dæmi í heild sinni og afrita það bara yfir, bara í alveg nýjan gaur hérna, bara alveg tóm directory. Við erum bara alveg að byrja á núlli hérna og gerum svona, gerum hérna búum til möppu, source, búum til fæl sem heitir app.js og hendum inn í hann dæminu sem við vorum með í námsefninu. Þetta er þess dæmi sem byggir á því að nota bara efni í minni. Það er að segja, við erum með bara breytu hérna sem heldur utan allt efnið okkar sem við gætum þá verið að kalla í gegnum gagnagrunni eða eitthvað svoleiðis og við skulum stefna þangað. Við erum að búa til gagnagrunn fyrir þessar færslur okkar og hægt og rólega refactora þetta yfir í að vera í gagnagrunni og svo deploya þessu á Heroku. Þannig að það er markmið dagsins. Þannig að við erum komin þetta, við erum að bæta við Express hérna og það er í raun ekkert annað sem að þetta dependar á. Þannig að það sem ég geri bara núna er bara keyrum þetta og sjá við gleymum hérna, ég gleymi type module, það þarf tæknilega sig ekki hérna, það er bara hérna svona, þá er það sem við sjáum hérna er að ég opna þetta og ég fæ bara upp eitthvað hérna einhverja færslur og það er í raun ég er með extension sem leyfir mér að sjá JSON sem kemur tilbaka frá bara síðum sem hérna application JSON sem í raun svona struktúruð gögn en það sem við í raun fáum og við erum að sjá hérna er í raun þetta er það sem við erum að fá tilbaka. Þannig að við erum í raun bara að fá JSON sem eru gögnin sem eru til staðar í forritinu okkar og þarna kemur þá í raun þessi gífurlegi munur á milli þess að hanna vef og hanna vefþjónustur. Þar sem við erum að hanna vef, þar sem við viljum í raun birta þetta til notkunar í gegnum augun á okkur svona oftast, helst, en náttúrulega líka í gegnum lesvélar sem lesa þau gegnum HTML struktúrun okkar. En hérna erum við í raun bara að búa til gögn sem eiga aðalega að vera lesin af öðrum forritum. Og þá er í raun bara struktúrun á því og hvernig við setjum það upp. Það eru ákveðnar svona þumalputtareglur sem við höfum og ætlum að fylgja. En síðan er þegar þetta stækkar og við erum að búa til svona stærri og flóknari verkefni, þá er að mörgu að huga þó svo það sé ekkert útlit. Þó við þurfum ekki að CSS neitt, þá er samt sem að einhver hönnun sem á sér stað. Og fyrsta sem er í raun fyrir okkur að hugsa er í raun hvernig við struktúrum þessar slóðir okkar. Það sem við erum með, ef við kollapsum hérna bara þessum helstu, við erum með
HTTP methods sem við erum að nota og við erum í raun að mappa á milli þeirra og aðgerða í forritinu okkar. Þannig að núna í staðan fyrir að sjá einhverja forsíðu þá sjáum við í raun bara lista af öllum færslunum eða einhverjum hlutmengi af færslunum, í þessu tilfelli öllum færslunum. Síðan getum við beðið staka færslu og þá biðjum við í raun nákvæmlega þá færslu eða hún sé ekki til. Þannig að ég með þessi gögn hérna og við förum aftur hérna bara í þetta og þá segi ég með 1 og ég með 2 hérna og þá get ég sagt bara 1. Þá fæ ég stak nummer 1. En ef ég segi stak nummer 10 þá fæ ég not found. Og þá ef við skoðum headerina og þá sjáum við fáum tilbaka þetta kemur ekki fram hérna en ef við skoðum það hér stakkum þetta aðeins já, gerum svona og þá fáum við tilbaka hérna 404 not found. Síðan erum við með aðrar aðgerðir til dæmis þess að búa til nýja færslu og þá notum við post en post HTTP methoda sem að leyfir okkur að búa til eitthvað nýtt resource, nýtt entity, nýtt eitthvað og þá ef við erum að búa til svona og halda okkur við þessar RESTful eða REST pælingar þá erum við að búa til eitthvað representation af gögnunum okkar, af færslunni. Þannig að við erum í raun að módela hugsanlega mörgum tilfellum eitthvað sem í gagnagrunni, eitthvað í JSON sem einhver ákveðin gagnastruktúr. Hann þarf ekki að vera nákvæmlega svo sami og til staðar í gagnagrunninum. Hann oft líkur, en hann þarf ekki að vera svo sami. Og það getur til dæmis verið að við séum að fela það hvernig einhver vensl til staðar, eins og ég er með vöru og varan í flokk. Flokkurinn í raun önnur tabla og við tengjum hann á milli, en þegar ég módela þetta sem einhver gögn sem skilað, þá setjum ég bara eitthvað kategóri og svo einhver upplýsingar fyrir þann flokk. Ég er ekki að hafa venslað eitthvað ID og kategóriunni sem ég þarf síðan sérstaklega flett upp. Þó svo að það sé líka alveg möguleiki að vefþjónustur virki þannig. Og það kemur inn í bara hvernig er ég að hanna hana, hvernig er þægilegast fyrir þá sem nota vefþjónustur mína til þess að nota hana. En þá sjáum við hérna, við erum búin að skoða hérna get á slóðin, á hérna rótina, þá fáum við bara alla færslunar, annars staka færslu og svo núna viljum við búa til færslu og þá þurfum við að búa til með einhverju, hvernig ger ég svona, hvernig kalla ég í post fyrir þetta. Og þá getum við notað þessi tól sem við skoðum aðeins í byrjun, við getum notað curl sem er þá í raun bara leið til að gera þetta í gegnum command line-ið og þá get ég farið hérna og ég get byrjum bara á því að búa til alvöru færslu. Það sem ég segi þá hérna í þessu þetta hérna vaff segir að við ætlum að vera með verbose þannig að við sjáum í raun meiri upplýsingar en annars það hvað er að gerast. Háið þýðir í raun það sem kemur á eftir er header sem við ætlum að setja með og þá erum við að segja nú er ég að senda sem client yfir á serverinn í requestinu minni efni. Þannig ég er að senda eitthvað alveg sem við erum búin að gera með formi og vorum með hérna xvaff encoded formgögn. En nú er ég að senda þig kæri server, ég er að senda þig JSON. Og síðan kemur eftir það kemur í raun data og það er bara stack sem inniheldur, eða það er object sem inniheldur title sem inniheldur lykilinn bar, gildið bar. Og við erum að senda þetta á localhost 3000. Når við keyrum þetta, þá sjáum við að við fengum slatta af upplýsingum tilbaka. Við fáum bara hérna, það er verið að reyna að opna TCP-tengingu, hún er opnuð, við erum tengd við localhost á porti 3000 og svo kemur í raun það sem við báðum að vera gert. Við báðum að vera postað á slash á localhost 3000, við erum að nota curl, við tökum við hverju sem er, við erum að posta JSON-i og við erum að posta nákvæmlega 15 stöfum af JSON-i. Og þá kemur serverinn og segir ok, HTTP 1.1 201 created og þá sjáum við að það er það sem við ákveðum að svara hér
ef að þetta gengur eftir, og við skilum í raun tilbaka síðan JSON, og þá segjum við hérna, ok, takk fyrir JSONið, þú fær JSON tilbaka, og það hérna færslan með þá ID-inu og svo þessum title. Þannig þarna erum við búin að eiga samskiptum þar sem við erum að senda JSON, en þetta ekkert endilega alltaf það sem við viljum gera, vera að skrifa svona einhverja curl-dæmi, og það sem við getum gert þá er að nota svona tól eins og Postman eða Insomnia, og Postman hérna bara með eitthvað test frá mér, hendur það bara, hendur því hérna, dugg, og sko, eftir að ákvaða að hérna, Postman þurfti að vera eitthvað rosalegt product sem þú þurfti að registrera fyrir og fá fréttir og eitthvað svona, þá fór þetta hægt og rólega að verða slakara. Þannig að nú er alltaf verið að bugga mönnum að búa til account, og ég gerði það og sé eiginlega bara eftir því, en sko, eins og núna vill ég bara búa til requestu. Ég vil ekki, þú veist, leiði mig bara senda request, ok, svona, já, og nú er hann að kenna mér hvernig hann nota tólið og svona. En það sem við getum gert hérna er í raun að búa til svona collection, það sem að segja með við sem að búa til vefþjónustu, og við viljum í raun mappa allar þessar aðgerðir sem við erum búin að gera, því að við erum að þróa þessa vefþjónustu frá byrjun. Og þá getum við bara byrjað að því að búa til eitthvað collection hérna, við getum búið til request, við getum sett bara eitthvað get, svona. Þá ætlum ég að segja að þetta er bara get, og þetta er á localhost 3000, og ég sendi þessa fyrirspurn, sjá hvort ég get ekki stækka skjáinn, zoom, nei, alls ekki zoom, af hverju get ég ekki bara zoom inn hérna, og einu svona, þar sem ég er í raun að fá þá nákvæmlega sama og ég var að gera í browsernum, að geta þetta, nema nú get ég sé líka hérna, ok, ég var með einhverja params hérna, sem eru þá, ég geti sagt einhverja query-string params, og þá séu þau verða bara til hér, ég get fjarlægt á svona, ég get sett einhverja authorization headera, og ég get séð í raun headerina sem ég er að fara að senda. Þannig að þá er það hérna, Postman sendir eitthvað ákveðið, segir að ég er Postman að senda þetta, ekki curl, ég tek við öllu, ég styð þessar hérna þjöfnaaðferðir, og ég vil ekki að neitt sé kassað, og ég styð hérna HTTP keep alive. Síðan erum við með body, við sendum eitt body í þessu, og við sendum þetta, og þá sjáum við bara að vera til fæslur hérna. Og svo getum við bara búið til nýja fæslu, og hægt og rólega þá safna saman einhverju sem ég er með, sem ég er að fara að nota. Þannig ég get gert hérna get eitthvað ID, þá er það bara HTTP localhost eitthvað svona, og þá get ég fengið þetta, og ég get séð hvað header að koma tilbaka hérna, og þarna höfum við bara svona GUI tól sem er bara afskaplega þægilegt að nota í svona, þegar maður fyrir að safna þessu saman. Þegar svo fyrir að koma hérna, ok, nú vil ég búa til þetta, og þá get ég valið hérna, og þá get ég bara farið og valið post, og ég ætla að segja á HTTP localhost, og nú ætlum við að senda þetta, og þá fáum við tilbaka núna, að því að hit caseið í vefþjónustunum okkar er að við erum að segja að það verði að vera að minnstu kosti title í gögnunum sem kemur til okkar. Þannig að ef það er ekki title, og hérna ættum við að vera og getum sett upp eitthvað eins og Express Validator til þess að tengja saman við hérna villunar, og þá bara sendum við áfram villunar sem koma þaðan. Nema nú erum við að segja bara, hér er eitthvað villa. Ég vil að minnstu kosti fá streng, og hann á ekki að vera tómi strengurinn. Þá er ég núna, þarna er komið svona hönnunar ákvörðun, nú posta ég þarna og það er villa, og þá get ég sagt, ok, hvað á ég að gera? Á ég að senda bara tilbaka 400 bad request, 400 er þá flokkurinn yfir villur frá klientnum, ekki frá servernum, eða vill ég líka bæta við einhverjum upplýsingum villuna. Get ég þá title must be a non-empty string, eða vill ég bæta einhverju meira. Og þá er gott að setja sig í sæti
aðilann sem mun nota þjónustuna okkar og segja ok, ef ég væri að byrja að nota þessa þjónustu í fyrsta skipti og ég myndi pósta hérna og ég myndi bara pósta á endapunktin sem ætti að taka við einhverju og það er villa, hvernig myndi ég þá geta lesið út úr villunni nægilega miklar upplýsingar til þess að geta sendt gögn sem virka. Og þá getum við sagt ok, title must be an non-empty string. Þá getum við farið í body og hérna getum við valið mismunandi leiðir til þess að senda, þannig að ég get sendt formdata og ég get sagt title eitthvað og ég get prófa að senda það. Ég fæ eftir title must be a non-empty string. Þannig þarna getum við til dæmis hugsanlega sagt að eitthvað þurfi líka að vera JSON eða eitthvað svoleiðis, en ok, við giskum á að það sé eitthvað sem við þurfum að gera. Þá getum við farið hérna undir raw, undir body og valið JSON og ég get núna sendt eitthvað JSON hérna. Þannig að sendum þetta aftur fáum við þetta title must be a non-empty string, title, og sendum það. Húrra, það gekk. Þannig að þá sjáum við hérna, við fáum 201 created, þá sjáum við hérna voða fínt einhverjar upplýsingar. Og svo getum við verið með, ok, hvað ef við sendum eitthvað vitlaust? Og þá hérna, fáum við tilbaka invalid JSON. Og þá þurfum við að tækla það sérstaklega. Af því að þegar við fáum inn JSON-ið, þá tekur bara Express við því, reynir að passa JSON-ið með Express JSON middleware-inu, færir villu, kastar villunni áfram og við þurfum þá að grípa það og segja hérna, þetta actually villa frá notandanum. Þannig að þetta er 400 villa, þetta er ekki 500 villa frá okkur. Þannig að við getum séð hérna svona, hvað er að gerast. Þá getum ég posta þessu, loka þessum gauður. Og þá fáum við hérna syntax error, unexpected token in JSON at position 22 og þá er þetta status code 400 hérna og þetta er villa af típunni syntax error. Þannig að við grípum það, ef hann er 400 og það er eitthvað body sem að segja til hvar staðsetningin er. Við erum ekkert til að birta það, við erum bara að segja að það var villa. Þá sendum við þetta svona. Þannig að þarna erum við komið með, við erum alveg eins og við erum með Vavra og við erum með einhvern server og við erum að búa til einhver HTML og einhver form og við erum að senda formin okkar á einhvern server og fylgjumst með hérna hvað gerist á servernum okkar og hvað gerist í klientum okkar í gegnum bara console og network tabinu og eitthvað svona. Að þá erum við núna ekki með Vavra, heldur erum við með eitthvað tól sem býr til þessar HTTP requestur, þessar vefþjónustu köll okkar. Þannig að þetta er svona verður tóli sem við erum að fara að nota núna næstu 3 vikur og svo meðfram í raun restina af námskeiðinu. En þannig að þetta verður svona ykkar vinnutól núna þegar þið eru að búa til og hanna vefþjónustur. Ég myndi mæla með því að nota Postman þó svo að það sé líka gott að læra að gera köll og svona skilja hvernig þið eru og þá getur þið bara byggt það á þessum dæmum sem eru eins og í þessu hérna dæmi. Síðan höfum við aðrar aðferðir eins og til dæmis þetta pads hérna þar sem við erum í raun að taka við einhverjum gögnum og við erum að breyta færslu sem er til nú þegar. Þannig að við getum séð hvað gerist ef við reynum að pads eitthvað. Þannig að við ætlum að kalla þetta hérna post, bara svona og ég ætla að gera hérna pads á 1 og þá vel ég bara pads headerinn, ég ætla að segja þetta er localhost 1, ég ætla að senda pads og þá fekk ég bara þetta er í lagi. Þarna var ég bara að padsa með tóma hlutnum sem þið taktu þetta entity sem er til, applæjaðu engu á það og við fáum tilbaka sama hluti við vorum með. Þannig að þetta er bara svona núll aðgerð eða hvað sem það heitir. Síðan ef við fáum eitthvað sem er ekki til þá fáum við 404 not found, þannig að það er í raun sama patternið. Ef við reynum að breyta einhverju sem er ekki til þá segjum við upplýsingar um það og svo er það bara alveg eins. Ég fyrir body, ég fyrir raw, ég vel JSON og ég ger eitthvað hérna, ég ger eitthvað villu, villan er eins, ég segi foo sem er ekki til
og það gerir ekki neitt af því þannig er rauninu hvað gerist þegar ég patsa með einhverju sem er ekki til. Þetta er, þú veist, foo er ekki til, þannig að ég er að setja eitthvað invalid, applya þig á eitthvað sem er valid og ég fæ bara tilbaka það sem er valid. En þetta er aftur hönnunar ákvörðun. Ætlum við að segja notandanum að hann hafi valið eitthvað vitlaust, til dæmis ef ég var að skrifa forrit á móti þessu og ég hef skrifað titl í staðan fyrir title, hugsanlega. En hérna síðan triggerast þá inn sama validation og áður. Ef ég reyna að uppfæra þetta með title sem er tómistrengurinn, þá er það ekki í lagi. Þannig að ég set hérna og nú fæ ég tilbaka eitthvað sem segir hérna, ok, þetta er komið, ég get breytt núna hlutnum og hann breytist hérna. Og síðan höfum við, sjá, og svo erum við líka með validation hérna sem segir að ef við erum að uppfæra og við setjum með name, þá má það ekki vera tómistrengurinn heldur, þó svo við höfum sagt hérna fyrir ofan að ég verði bara að gefa title þegar ég er búið til fæsluna. Og þannig er að segja, ok, ef það er tilfæsla og hún er með tómastrengi sem name og við erum að breyta því í eitthvað annað, þá er það ekki í lagi. Og þannig er aftur, hvernig viljum við takla þetta? Hvað meikar sens fyrir verkefnið okkar? Hvernig lítur gagnagrunninn okkar út? Hvað er skema okkar? Hvað eru gögnin sem við erum að vinna með? Allt þetta sem við fórum svolítið yfir í seinustu tíma, plús það hvernig erum við að representa þetta í svarin okkar sem er þetta JSON. Síðan höfum við post, svo höfum við put. Þá erum við að segja við erum ekki að uppfæra fæsluna, heldur erum við bara að yfirskrifa hana með nýrri fæslu. Hérna er reyndar eitthvað ósamræmi í þessu, þannig að við erum að segja hérna verður name allt í að vera non-empty string, þannig að hugsanlega ætti það líka verið fyrir ofan. En allavega sama gildi hér, nema í staðan fyrir að velja nákvæmlega eitt gildi, þá er ég að keyra og skipta bara alveg út þessu sem er til staðar. Patch og svo er ég með delete og þá er delete bara til þess að fjarlægja úr gagnarsettinu sem við erum að vinna með. Og þá getum við gert nýja requesti hérna. Nú er delete 1, þá segir ég svona og delete. Ég sendi það, ég fór not found, ég get ekki deletað á rótinni, ég vil delete nummer 1 og þá fæ ég tilbaka hérna no content, þannig að það var í raun successfully processed request but is not returning any content. Þá getum við fyrir aftur hingað og við getum skoðað og við erum bara með 2 fæslur. Já, líkast út af því að ég seifaði og svo erum við restartaði sem þýtt út af því að allt er í minni að þá hvarða og varð bara til base gögnin sem við byrjuðum með. Þannig að þarna er þetta komið og nú getum við í raun tengt þetta við gagnagrunn, en ég ætla aðeins að láta það liggja á milli hluta eins og er. Frekar bara að taka þetta og henda þessu upp á Heroku, þannig að við séum búin að stilla því upp og sjá mér hvernig það fer fram. Við erum með einn test hérna, við erum með run, sem er það bara node source app.js og prófum það, npm start, heitir það víst, ekki run, start. Svona, keyrum það, flott það er komið. Og þá líka bara fínt að fara ekki um þetta því að það er náttúrulega verkefni sem ég er að skila núna á föstudaginn, verkefni 2 á að setja upp á Heroku, þannig að þá gerum við það bara hérna núna. Og þá höfum við í raun þessa 2 möguleika. Við getum notað command line tólið sem við getum búið bara til nýtt app, Heroku help apps, hvernig var það aftur? Heroku apps create. Þá býr hún til nýtt app fyrir okkur. Nei, við erum ekki með git, við erum búið til git repo. Það er ekki neitt remote, þannig að það er ekki tengt við okkur þarna. Hérna er git slóðin fyrir appið okkar. Git remote add Heroku þetta. Git add.git commit fyrsta commit.
skulum búa til git ignore svo við tökum ekki node modules með. Svona git add punktur git commit git ignore á node modules og svo getum við git rm node modules svona og kerum aftur npm install bara locally fyrir okkur. Svona git push Heroku main og þá bildum við þetta forrit okkar og ef allt gengur eftir sem það mun ekki gera þegar við erum að gleyma einu sem er mjög klassískt og þið getur lent í og það er þetta blessaða port okkar hérna. Við erum að segja port hér og við þurfum að taka það úr environmentinu. Nú getum við sagt svona port nefnt og process.env og ef það er ekki skilgreint þá viljum við að það sé 3000. En nú getum við séð hérna Heroku logs, yes. Hún startar en svo ef við bíðum, já ég myndi þetta, og þá mun hún á einhverjum tímapunkti hætta af því að hún nær ekki að bænda við portið. Þannig kom það. Web process failed to bind to port within 60 seconds og þá krassar bara appið, reynir svo aftur og það er eitthvað 2 eða 3 tilraunir sem hún keyrir og hún bara segir appið er dautt. Þannig við þurfum að laga þetta. Git add git commit bæta við port úr env svona og þá þarf hann að builda aftur og keyra í gegnum þetta og síðan segir hún allt í góðu og releasear hérna þessu fyrir okkur og við getum opnað það og þá sjáum við sömu gögn nú erum við locally, þannig að nú erum við búin að setja þetta þarna á milli en sama gildir hérna að þetta er bara í minni, þannig að þetta mun bara strókast út ef að við hérna fjarlægjum eða restartum appinu okkar. Þannig að þá erum við stödd á þeim tímapunkti að núna getum við gert eitthvað í þessu. Nú erum við líka með það að hér er komið fullt af einhverjum testum fyrir þetta. Þau horfa allir hérna á localhost. Þannig að ég gæti farið hérna í punktur hérna edit, hvar er þetta? Pull requests. Það er eitthvað fínt orðið. Frábært hjá þér. Einhvers vegar getur búið til bara breytur fyrir þetta collection en hvert það er komið núna er góð spurning. Ok, en hérna er svona áhugavert, það er þetta integrate núna í GitHub og búið til repo sem er heldur utan allt, þannig að við getum séð á milli þeim breytum eða þeim hérna því sem við erum búin að búa til. Svo svar eða þetta var einhverstaðar hérna. Sjá. Einmitt. Hvað er þetta? Code. Hérna með þess að gefa nokkur curl fyrir þetta. Þannig að við getum séð hérna hvernig þetta request virkar sem curl request. En hvað er þetta að blessa variable
dæmi er, það má einhver vita, hérna, settings, nei, allavega. Þannig að þetta fer síðan að verða svona hlutir sem við þurfum að hugsa af því að það sem við erum að gera núna er í raun, við erum að þróa þennan vefþjón okkar sem með vefþjónustundur okkar og síðan ætlum við að búa til eitthvað fyrir framan hann REST client í VS Code í stæðan fyrir Postman. Það er fínt, það er bara í raun bara velja sér eitthvað tól og nota það. Það er í raun það sem ég mæli með og ég man ekki hvort ég hafi verið með, ég var með eitthvað hérna líka, eitthvað annað sem að ég greinilega hent út. Hvað varstu með hérna? REST client. Þá getum við keyrt þetta svona og þá fáum við í raun, getum bara að opna hérna REST client. Spurning hvernig ger ég nýtt, hvernig opna hérna blessaða REST client. Það er bara velja tól, læra að nota það og nota það og svo eru þau öll rosalega svipuð. Þess að það er annað hérna sem heitir Insomnia sem er líka of fínt, sem er svona aðeins meira straight to the point og ég nota líka oft svona meira bare bones, þannig að hérna er bara hérna býðir til þessi collection, svo fer ég inn í þessi collection og býtir í questur þar, verður ekki með eitthvað of fínt svona skrá mig sem einhvern notandi og eitthvað bla bla bla, en bara veljið eitthvað og lærið á það. Ok, já, það sem ég var að segja er að við erum núna að búa til þessar vefþjónustur og þessar vefþjónustur eiga sér einhverja slóð og svo verðum við með eitthvað annað sem við mun tala við vefþjónustunnar okkar til þess að nota lógíkina frá þeim og gera og birta gögnin okkar. Þannig að við förum að lenda í því að vera í raun með 2 servera í gangi. Þannig að við erum með server í gangi á vélun okkar sem er með vefþjónustunnar og svo erum við einhvern server í gangi einhvers annars staðar, til dæmis eins og í React sem við ætlum að skoða til 2 vikur og sem við erum að tala við vefþjónustuna okkar og birta gögnin. Og þá þurfum við að fara að hugsa um þetta, hvað eru þessar slóðir okkar, hvað eru slóðirnar, hvað er þetta base url á vefþjónustunnar okkar. Þegar hér er ég komin með þetta eitthvað slóð hérna og svo erum við einhverja aðra local slóð hérna. Samt sem aður er þetta að gefa okkur sömu gögnin, bara í mismunandi umhverfum. En ef við skoðum svo hvernig við höfum gert þetta, ef við höfum farið ekki Heroku bara beint, þá getum við lokkað með inn hérna. Og við sjáum hérna Pure Beats sem ég bjóð til, það er bara til hérna. Við getum séð activity hér, við getum séð að ég bildaði þetta hérna. Þetta eru allar þessar upplýsingar sem ég sá þarna. Ég get skoða login hérna, ég get síðan farið og ég get búið til nýtt app, þá get ég farið bara hérna, nýtt app, þá get ég gefið því eitthvað ákveðið nafn, Web 2.1 API, Evrópu, búið það til og svo get ég tengt það hérna annarkvort við Heroku í gegnum Git eða í gegnum GitHub og bara eins og við vorum búin að gera áður. Og síðan þegar við ætlum að búa til gagnagrunninn þá förum við hérna, búum hann til hér eða ef við höldum áfram hérna og segjum ekki Git, Heroku addons create Postgres only available to select users. Hvað gerist þá? Services, þá getum við séð hérna í raun services, þá fáum við bara allt sem er í boði. Þá getum við gert svona grep Postgres Heroku Postgres SQL. Þá segjum við hérna create Heroku svona. Nú búum við til
Postgres-grunninn, hann kominn og hann skilgreindur þá í database url og ef ég geri það héðan þá það svona. Ég vel hér og fæ hann inn. Í báðum tilfellum fáum við þetta gildi hérna og hérna fæ ég þetta gildi hérna. En við erum komin á sama stað bæði með að fara í gegnum hérna vefviðmótið og í gegnum tólið. Við skulum taka okkur 10 mínútna pásu og svo skulum við halda áfram að brasa þessu. Holy shit. Klikkaði upptaka. Oh my god. Herðu. Nei, hann eitthvað í gangi. Akkur... Nei, herru, ég blótaði bara í henni hérna. Það eitthvað, hún dotti út hérna en hún í gangi, ég sé hérna